Já, Ellie, hún veik. Nei, hún heima. Hún kemst ekki. Þá ég ætla bara að spyrja spurningar. Þú ætlar að spyrja spurningar, já? Já. Frábært. Hvað ætlar að spyrja mig? Hvernig komst þú að því að myndavélin eru einhvað fyrir þig? Já, það góð spurning. Fyrsta sem ég tók upp stuttmynd. Það var fyrst sem ég tók upp. Nei, jú, ég held það. Það heitir Blue Ninja vs. The Monster eða eitthvað svona. Það var sem sagt afmælið mitt þegar ég var kannski svona 12 ára, 11 ára, eitthvað svoleiðis. Og þá fórum við í bæinn, fórum í Laugardalslaugina, fórum eitthvað út að borða eitthvað svoleiðis. Það sem ég, Einar besti vinur minn, Einar Gunnar og Rúnar Freyr og Björn Jóel. Við vorum 5. Og við ákveðum að taka upp stuttmynd. Þegar við vorum komnir í Árbæinn, það var svona, Árbæinn, það var svona skógur hjá Álakvíslinni. Það var mjög svona leynistaður. Og þar fórum við og tókum upp stuttmynd. Og ég tók hann upp og leikstýri. Þegar ég var ungur þá var ég yngri. Þegar ég var yngri þá var ég mjög svona feiminn. En ég vildi aldrei vera á myndavél. Ég vildi ekki að einhver myndi taka myndir af mér. Ég veit ekki af hverju. Það var bara einhvern veginn. Ég hafði ágjör að það myndi eyðileggja mannárið manns og maður gæti þá ekki fengið vinnu eða eitthvað. Það það sem ég var að pæla. Maður oft heyrt það. Þú fær ekki vinnu á Snapchat eða eitthvað. En allavega, og þá tók við. Rúnar vinur minn átti iPhone 5S held ég. Svona maður litlu símanir. Og þá tókum við upp stuttmynd. Og hún á YouTube ennþá. Það hægt að skoða Blue Ninja vs. The Monster. Björn Jóel lék Blue Ninja og Einar Gunnar lék The Monster. Og Blue Ninja var að bjarga Einar Inga sem lék fórnarlamb sem var mjög svona veikburða maður sem var búið að ræna. En við tókum þetta upp og síðan klippti ég þetta í iPad, þessum gömlu iPadum, þessum þykku hana og klippti það á leiðinni til Tenerife og þetta var mjög skemmtilegt. Og þetta fyrsta sinn sem ég tók upp eitthvað og fannst það gaman og ástæðan fyrir tók þetta upp var af því að ég hafði séð mann skemmtir árshátíðarmyndböndin. Já. Voru ekki árshátíðarmyndbönd í þínu skóla? Það voru svona 2 stelpur, Belinda Ír og Lena Ósk sem tóku þetta allt upp og klippti á svona iPad. Það var lélegt hvernig þau gerðu það með tónlistina af því ég leiti að þau kunni ekki að ræna tónlist á YouTube. Þannig að þau spiluðu tónlist í einum iPad og tók hann upp á hinum. Þannig fengu þau tónlistina. Þannig að það er ekki gott tónlist, svona sound quality. En þetta virkaði allt og þau tóku upp heilt árshátíðarmyndband þar sem manst ekki það var það var svona lag þar sem allir voru svona frís. Þannig að einhverju 2 drengir voru með eitthvað lag, eitthvað welcome, ég man ekki að héti eitthvað svona, og þetta er eitthvað challenge, eitthvað The Mannequin Challenge, þar sem maður var svona kyrr og það spila lagið og svona löp út allir myndalina. Gerðum þannig og alls konar eitthvað dæmi og mér fannst það voða cool og nett hvað þau voru að gera og fannst mér áhugavert hvernig þau kunnu þetta og kunnu að klippa, þannig mér langaði að læra þetta. Og svo byrjaði vinur minn Einar Ingi með YouTube channel. Hann var svona YouTuber, byrjaði YouTube channel þegar hann hafði ekki verið svona 8 ára. Hann byrjaði YouTube channel og hann var að spila Five Nights at Freddy's eða hvað heitir það, ég man ekki, eitthvað Freddy hann að leikurinn, þannig að þessi gæinn hann að öskrar. Og hann var að gera YouTube og spila eitthvað tölvuleiki og eitthvað og hann þurfti, ég byrjaði að taka upp fyrir hann, af því ég kunni á græjurnar og klippa. Þannig mér langaði að hanga með honum meira, þannig ég ákvaði bara að læra þetta og klippa með honum og taka upp. Þannig við tókum upp alls konar, fyrsta sem tókum upp var Ice Bucket Challenge, þegar það var í gangi. Hann setti ís í fötu og hann setti á sig og þetta var eitthvað voða flott, klippti með Splice, heitir klippforriti, það er frá GoPro og það var mjög flott á sínum tíma og mér fannst það mjög áhugavert þannig. Og við gerðum fullt af YouTube-vídeóum, alls konar dæmi, Ice Bucket Challenge og svo eitthvað YouTube-vídeó sem þeir, Björn og Einar, voru á trampolíni og ég neldi í það á vassblöðurum. Það var gaman. En síðan flutti ég til Bandaríkjanna 2017 og þar fór ég í svona eins og hérna, við erum núna í TV and Film Class í 8. bekk í Bandaríkjunum. Og þar klipptum við á Premiere eins og hér, en ég hata Premiere Pro, það er hundlega lett forrit. En við klipptum þar og ég lærði á Premiere og vorum með eins myndavélar hér svona nánast, aðeins verri, vorum með eitthvað Canon kamerur og Sony transmitters og þá kunni ég ekkert á svona myndavélar, það var fyrst sem ég pröfaði myndavélar og mér fannst það mjög áhugavert en ég átti mjög einfalt með þetta. Ég var fyrsti svona krakkinn til þess að byrja að klippa allt og ég minnst að geða eitthvað með After Effects, trakkaði svona text og eitthvað
og hann Mr. Raymond sem ég ennþá í sambandi við í dag 5 árum setna þá sendi ég á hann e-mail stundum svo hann sendi hann daginn eitthvað Happy Leif Eriksson Day Óli eins og við séum eitthvað fagna því Leif Eriksson dagur það er gæmlega eitthvað stórt í Bandaríkjunum en á Íslandi er það að hann alltaf átt að finna hann fann Bandaríkin eitthvað en ég er ennþá samt á hann og hann var mjög nice guy Mr. Raymond kendi okkur á svona vídeogrænar og sýndi okkur einhverja bíómyndir við horfum á einu teiknumynd sem ég horfði á það er einhver anime mynd eitthvað mjög góð mynd en þar byrjaði ég að svona finnast myndavélar góðar og þar keypti ég mína fyrstu myndavél ég plataði með pappa til að kaupa jólagjöf og afmælisgjöf það er Canon SL1 mín fyrsta myndavél, já ennþá 18 megapixel APS-C sensor myndavél, mjög góð myndavél, ágætt svona byrjanda og þar bara byrjaði að taka myndir og síðan því ég kom heim tók ég annað YouTube-vídeó með einar af vinum mínum og við breyttum channelinu úr The YouTube Viking yfir í Tech Select, ég veit ekki af hverju við ætlum að fara að skoða tækni af því við tókum upp, fyrsta vídeó sem tókum upp með hannum var JBL Go 2, hátalaranir litlu tókum einn svoleiðis og gerðum einn review þar sem að hann var bara að skoða þetta, pröfa þetta við hina hátalarana og það tók við upp á myndavélina og það var mjög gott quality með svona gömlu vídeónu okkur síma og þannig og það vídeó fekk 16.000 views gekk alveg mjög vel sko þannig og hann talaði ensku og allt flott og við tókum hátalaran og sprengdum hann settum flugeld á hann og sprengdum hann og bara eyðilögðum hann alveg sko og hann það var allir skemmtilegt það var allir brjálir út í einar kommentunum sem hvað var mikill fáið að eyðileggja nýjan hátalara en það fekk athygli og það var mjög gaman og síðan bara vatt þetta upp að sér og nú ég átt kannski 7-8 myndavélar 2 svona Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K sem tekur upp 4K RAW vídeo sem er mjög skemmtilegt búin að taka upp 2 brúðkaup, nokkur auglýsingar svoleiðis þannig er það langt svar Já Hvað var fyrsta skrefið í að gera það að með eina áhugamál eða er það ennþá áhugamálið? Hvað segirðu? Hvað var fyrsta skrefið í að gera það að meira en áhugamálið eða er það ennþá áhugamál? Já, svona kvikmyndadæmi. Já, það hefur verið alveg ágættar tekjur sem ég hef gert svona auglýsingum og brúðkaup og alltaf hækka verðið. Ég hef gert 2 brúðkaup, fyrsta brúðkaupi gerði ég fyrir 80 skall og svo næsta fyrir 200 og svona allt hækka verðið. En í dag ég myndi aldrei gera brúðkaup nefnir fyrir minnst 400 því að þetta er miklu meira vinna heldur en bara að mæta hann í 14 tíma svo er klippingin sko. Klippingin er aðalatriði. Mér er svo permanent að klippa því að það er svo, þú getur tekið svo margar ákvarðanir. Það er aldrei þetta er aldrei búið. Þú getur klippt þetta á miljónum mismunandi vegu. Þetta lag, klippt það svona, styttra, langt. Það er alls konar hægt að gera. En ég myndi segja að þetta var ennþá áhugamál. Þetta er ekki mín aðalvinna. Ég hef ákveðið að fara í viðskiptafræði. Ég ætla í viðskiptafræði HÍ, taka skiptinám til Írlands, verið í Írlandi í 1 ár, koma svo aftur og klára viðskiptafræðin hér. En svo vil ég fara að vinna í kvikmyndagerð. Þá kannski hættir þetta að vera áhugamál og vera kannski meiri vinna, en ég held að það verði alltaf samt áhugamál sko. En fyrsta skrefið var að ég var að taka upp í FSU, framhaldsskólanum á Selfossi, ég var að taka upp tónlistmyndband sem er hægt að skoða á YouTube sem heitir 800 eða eitthvað. Það var hann að heitir Sælan, maður setur hann að Suðurland, hvað heitir lagið hann með Ingo Veðuguð? Þarna eitthvað Selfoss, sumar á Selfossi eða eitthvað, ég man ekki eitthvað. Það er alltaf sumar á Selfossi, Ingo Veðuguð, það er þarna mjög stórt. Svo gerðum við tónlistmyndband sem heitir eitthvað Suðurlandsins bestu eða eitthvað, ég man ekki hvað heitir. Við vorum að taka upp alls konar senur þar sem að, hann er eitthvað að flassa peningum með einhver flottum bíl og eitthvað bla bla og svo er hann í klippistofu, rakarastofunum á Selfossi. Og þar er eitt rakari sem heitir Björn Daði og hann sagði á mig alls konar græður og svona. Og hann baði mig, heyrðu, nennirðu að taka upp giftinguna mína, ég er frá að giftast í júní. Og svo bara gerði ég það með vinum mínum. Við gerðum það, ég ákvað að kaupa aðra myndavél, þeir eru með 2 vélar og það bara gekk mjög vel og bara mjög sáttur með útkomuna og svo næsta brúðkaup bara betra og næsta brúðkaupi kom af því að þar stelpan Agnes, hún er vinkona, systur konu Björns Daða, Elín Borgar. Þannig á Íslandi er þetta alltaf bara tengsli. Það er allt virkar hannig. Og síðan auglýsingarnar komu að því að ég gerði þetta tónlistmyndband fyrir krakkana í FSU og þar var stelpan sem heitir Ásrún
hún sagði Árborg, hún var í einhverju ráði og það átti að gera myndband sko, sem heitir Árborg, eða svona herferð, Árborg gegn ofbeldi. Af því að það var búið að vera eitthvað ofbeldi á Selfossi, einhverjir unglingar að slást eitthvað og taka vídeo af því og bla bla og þau vildi semst gera þetta og hún mælti með að ég myndi taka þetta upp og ég fór með vinnum mínum og við tókum þetta allt upp, fórum með Magnús Hlyn og alls konar fólki að taka upp eitthvað að vera góð við náungan og eitthvað blara, eitthvað ekki lemja og eitthvað svona og bara, já, við gerðum það, tókum það upp og þetta er alltaf á TikTok og YouTube og við fórum með löggunum og eitthvað, veist, löggunar eitthvað að gera eitthvað mjög gaman að gera og við tókum það fyrir þau og það var bara fínt og ágætlega borgað og allir sáttir og síðan var kona þar sem hætti í Árborg að vinna fyrir þau, fór að vinna fyrir HSU og hún þurfti líka að fara að gera myndbönd, þannig hún heyrði í mér og við gerum myndbönd fyrir hana og það gekk vel eitthvað svona, komið að vinna í HSU, allir eru sáttir og bla bla og það var alltaf lægi en eina allir pirrandi samt það tók litið tíma að klippa það var alltaf að breyta myndböndunum, þannig að það var alveg 6 mánaða prósess skilur að því að það var alltaf að bíða eftir að þetta breyta þessu, þannig að það fór í gegnum eitthvað svona 8 klipp eða eitthvað en það bara kláraðist og bara gekk vel og þannig var það. Þetta er eiginlega, þú veist, á Íslandi er það þannig, þú ætlar að breyta einhver í eitthvað annað áhugamál, það er eiginlega bara þekkja rétt náungan og bara, þú veist, ekki bíða heima, bara spurja, þú veist, vantar þig í vídeo. En það fyrsta sem ég gerði, þegar ég var að gera vídeo, það var fyrir, hvað heitir það, Ungrúf, sko Ungrúf er. Ég gerði nokkuð vídeo fyrir Ungrúf, en þau fóru aldrei í dreifingu. Það var skrítið, sko. Ég fór á eitthvað danshátíð og er eitthvað að sína eitthvað, já, komum velkomin á danshátíð og tókum alls konar atriði þar, syngdum Celsius, félagsmiðstöð Selfossi, tókum upp alls konar sína staðinn okkar og svo sendi ég alltaf á gæjan ég fór að hitta hann, það er einn maður á RÚV, ég má gleyma hvað hann heitir, eitthvað Hafþór held ég, eða Hafsteinn, eitthvað svoleiðis. Og hann er ennþá með Ungrúf allt það og ég hitt hann og hann var alveg bara góður allt það og sýndi mér allt RÚV og bla bla og allir sáttir og það flott en síðan fór þau aldrei deilingu, hann fekk alltaf vídeóin, ekkert gerist. Veistu af hverju? Nei, ég veit ekki af hverju, en ég er mjög sáttur með það núna því að ég er búinn að horfa á þessi vídeó og þetta er hálf vandarlegt sko en ég er eitthvað að kynna og S-mæltur og þú skilur bara ungur og ég held ég var svona 13 eða eitthvað 14 eða eitthvað en já, þannig byrjaði allt svona vídeóum sko. Já. Þegar þú ert að taka upp, hver uppáhalds er að það setja allt upp? Klippa, audio eða audio? Já, klippa, taka upp, eða hvað bara skemmtilegast? Mér finnst leiðast að klippa, mér finnst það hundlegast. Það er náttúrulega eftir á, þú getur tekið svo margar ákvarðanir og það tekur lengstan tíma og það tekur miklu athygli af því að þú ert að setja hérna bara við tölvuna og klára þetta verkefni og það getur verið að leiðast eins og nú ég er með heimaverkefni sem ég eftir að klippa en ég bara nenni því ekki af því að ég er búinn að taka upp og það var gaman að taka upp en mér finnst hálf boring að klippa. Hins vegar er mér gaman að color grada. Það er eins og þú veist, ég var að gera bara núna á sundaginn, bara gær. Það var ég bara, lá upp í rúmi, color grada heila stuttmynd sem kemur á KHF, hérna kvikmyndahátíð Þrándskóluna núna í mars sem við tókum upp sem heitir Draconian Cloudstairs með MH, þannig að mennskólinn Hamrahlíð. Það er svona klúbbur stuttó. Ég er búinn að taka núna upp 2 myndir með þeim. Tæknilega sér, ég tók upp svona helminginn á hæðinni og svo tók ég upp alla þessa Cloudstairs. Einhver 2 leigumorðingjar og eitthvað svona mjög skemmtilega mynd held ég sko. Ég held að kannski vinnur hún, vonandi fær hún eitthvað velin allana. Og já, þannig að það er mjög gaman fyrst mér að gera litina sko. En að klippa, mér finnst það ekki gaman sko. Þannig mér er skemmtilegast að taka upp og color grada. Mér finnst það skemmtilegast að klippa. Já, það er oft talað að bestu klipparar eru konur í dag af því að þær eru einhvern veginn, þær nenja þessu meira, það er meira svona þolinmæði í þetta einhvern veginn. Ég veit ekki, kannski er það bara bull sko en eins og það er hefurðu séð Deadpool 2? Nei, en ég hef heyrt hana. Já, það er íslensk kona sem klippti hana. Heitir Viktor, nei, ég man það ekki. Þú getur skoðað viðtal við hana, Snorri Björns tók viðtal við hana. Ég er búinn að gleyma, hún heitir eitthvað, gott nafn, Ragnheiður eða eitthvað, ég man það ekki. Jú, ég gef það. Já, kíra því. Tekur þú fangmennisku myndbönd eða myndir af brúðkaupum, afmælis, ég veit ekki hvað það er. Já, ég tek ekki myndir,
Ég hef bara Ljósmyndir, tekið, já. ég hef aldrei tekið pening fyrir að taka myndir. Ég hef miklu meira áhuga á vídeogerð. Einar vinur minn, hann tekur myndir. Bara fá hann í það. En ég hef tekið einu sem myndir á okkur Þorrablóti, en það var bara auka. Það var bara auka, skilur, ég var Þorrablóti núna á Selfossi daginn. Ég var hérna á vídeokamerunni fyrir svona stóri skjáir. Þú veist eins og það er auðvitað og allir eru eitthvað skemmta. Þá var ég bara á kamerunni og er að beina kamerunni á þá og vídeoð fyrir á hjút skjái. En ég þarf ekki að klippa á það. Það er bara tekið upp og bara done. En svo er ég bara að taka myndir inn á milli. En það er bara alveg auka, sko. Þetta er bara síðan spurning. Já, ekkert mál. Þetta er tíminu bara perfekt. Já. Hvers vegna og hvernig byrjaði þú að podcasta með Einar? Já, með TFL-ar byrjaði 2019, 29. desember. Og við erum 30 ára núna. Við erum ekki búin að gefa þátt á þessu ári af því að við erum latir og við erum að skoða aðan að við ætlum að kannski byrja að gera svona nánast svona heimildaþætti. Reyna að pitcha þetta í Stöð 2 eða eitthvað svoleiðis, en það er kannski fer það í gang, kannski ekki. En það veit enginn, ég og Einar vitum eiginlega ekki af hverju við byrjum podcastið. Við vorum heimi á mér og það var búið að kaupa svona mikrofóna í stúdíónu í Vallaskóla á Selfossi. Og ég hef búinn að spyrja kennarann hvar þú keyptir þetta. Það var thomman.de sem er þýsk síða, ég mæli með að versla þar ef þú ætlar að kaupa eitthvað þungt af því þeir geta sendt upp í 40 kíló bara eitthvað á 3.000 kall. Þannig ég fórum bara þangað, voru bara hey, why not, bara pröfu þetta og þannig við keyptum bara 4 mikrofóna og standa og hljóðtökutæki og þá við bara byrjum podcast, ég veit ekki af hverju. Byrjum bara heima og bara taka upp eitthvað lítið, fengum 100 followers á Instagram á fyrsta deginum þegar við fengum alla vini okkar til að deila þessu, það var svona 25 mann sem deildu hlaðvarpinu þannig fyrsti þátturinn fekk alveg fullt af hlustendum og síðan vonustu til að fá okkur að gesti byrjum bara á okkur kunningi okkur Einari Gunnari og bæði veit, sá þáttur hefur fengið miklu fleiri spilanir heldur margir sem er miklu frægar en Einar Gunnar. Einar Gunnar er ekki frægur, þú veist, en við fengið alveg fræga gesti sem hafa fengið bara miklu færri hlustendur heldur en Einar Gunnar sem er hálf fyndið. En hann tókum viðtal við Einar Gunnar, svo tókum við viðtal við kunningja vinn okkar Dóra og eitthvað kennarann okkar og svo fengum við fyrst svona gesti sem voru svona semi-frægir og það virkaði bara með að senda Instagram, þeir sögðu bara já. Og það var svona pík hjá okkur þegar við fengum Ólaf Darra, þegar vorum að spjalla við hann á Instagram og hann sendi okkur númerið sitt. Þá vorum við alveg bara, við super glaðir og bara gaf okkur 5 og ég held að við náðum knúsast eða eitthvað, við varum alveg brjálæðir, að já, bara, það var svo stórt sko, á númeri hjá Ólaf Darra og þess að hann ringdi í mig bara eitthvað, skakt númer, bara eitthvað Ólaf Darra ringi í mann, það var til að fyndið. En það var svona, já, pík, en við vitum eiginlega ekkert af hverju, það bara byrjaði og bara, svo bara, já, heldum við áfram, bara gaman sko. Þannig já, þetta var aðalega svona byrjun til að fá tengsl og svoleiðis, en nú er þetta eiginlega bara svona gaman þegar við nennum sko.